Endurvarp varma sem við ætlum að skoða næst. Endurvarp varma er næstum því það sama og endurvarp ljós. Því að þegar við erum að tala um að varmi endurvarpist, þá erum við að tala um varmageislun. Það er að segja hitageisla, til dæmis eins og frá sólinni, sem að lenda á ykkur yfirborði og annað hvort dregur yfirborðið varman í sig og hitnar eða speglar þeim eða endurvarpar varmanum frá sér. Það er þannig að ljósir hlutir, þeir endurvarpa litlu. Hvítt til dæmis endurvarpar næstum því öllum hitanum frá sér. Þess vegna bráðna til dæmis jöklar ekkert mjög hratt. Ef það hins vegar kemur eldgos og það fer aska á jökulinn og þá kemur eitthvað dökkt eða svart á jökulinn eða eitthvað setur sand á snjóskafl, þá draga dökkir hlutir varman mikið hraðar í sig, eða þeir draga varman bara yfir höfuð í sig sem hvíta gerir ekki, og það hitnar og þá bráðnar snjórinn hraðar. Ljósir endurvarpa varmanum, dökkir draga hitan í sig. Þetta vita flestir sem hafa verið í dökkum eða svörtum fötum út í sól. Það er miklu betra að vera í einhverju ljósu. Á stóru jöklunum eins og Grænlandsjökli hafa menn verið að taka eftir því að það er að myndast tjarnir, vatn á jöklinum af því hann er aðeins að bráðna og af því að svona stórar tjarnir, þær er ekki eins hvítar eins og jökullinn sjálfur, þannig að þær draga í sig aðeins meiri varma heldur en jökullinn sjálfur og þess vegna bráðnar jökullinn ennþá hraðar út af þessu. Þetta myndar svona keðjuverkun því að eftir því sem hann bráðnar meira og meira þá myndast meira og meiri tjarnir og þannig smám saman er jökullinn því miður að hverfa.